Komið þið sæl og velkomin í viðskipti á Hringbraut. Helstu viðskiptafréttir í upphafi ársins, janúar mánuður hjá stjórnendum og frægasta hótel landsins. Ég ræði við Hörð Ægisson, ritstjóra markaðarins hjá Fréttablaðinu, helstu viðskiptafréttirnar í byrjun ársins. Guðrún Högnadóttir, ráðgjafi og framkvæmdastjóri Franklin Covey, kemur og ræði við mig eldmóð stjórnenda í byrjun hvers árs. Miklar breytingar hafa orðið á Radisson Blu, eða Hótel Sögu eins og flestir nefna hótelið. Ingibjörg Ólafsdóttir, hótelstjóri, ræðir breytingarnar og stöðu ferðaþjónustunnar í upphafi árs. Að venju lítum við inn í Kauphöllina, Nasdaq Iceland og skoðum gengi hlutabréfa. En við byrjum á Herði Ægisinni, ritstjóra markaðarins hjá Fréttablaðinu. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir það, gleðilegt ár, já. Við ætlum að fara aðeins yfir fréttir svona, hvað ég var að segja, vikunar líka við, svona þær fréttir sem hafa verið í byrjun ársins. En byrjum samt aðeins áramótin. Þið völdu Guðmund Kristjánsson í Brimi sem mann ársins. Já, við á markaðunum venju samkvæmt veljum viðskiptamann ársins og viðskipta ársins fyrir maður sem er árið og þessu sinni var Guðmundur, oftast kenndur við Brim. Vann þá það kjör með miklu yfirbyrðu, valinn viðskiptamann ársins og kannski ekki neitt að undra því að hann auðvitað, svo við segjum í umfjöllunni, kapallinn gekk upp hjá honum, hann nær þarna yfir á hann í HB Granda og hann fjármagnaði þau kaup með sölu á Ögurvík fyrir 12, eitthvað milljarða og sölu á hlutnum sem í Vinsenstöðinni fyrir 9 milljarða sem fjármagnuðu þessi kaup hjá honum. En það sáu þetta ekki allir fyrir? Nei, eins og hann sagði í viðtalið við okkur á þessu tilefni að þetta voru hans áform til að byrja með og þau gengu upp og hann er búinn að greiða upp lánið sem hann fékk frá Landsbankanum. Já, til þess að fjármagna þetta þegar hann keypti af Kristjáni. Til skemmri tíma. Þannig að það var klárað undir lok ársins. Þannig að það tíðindi mikið áhrif á honum. Já. Þetta var náttúrulega eitt af málanna á síðasta ári. Það fer ekki að milli mála. Það er ekki oft þegar einn og sama maðurinn kemur að milljarða eða ekki 2 milljarða viðskiptum trekk í trekk. En það er eitt svolítið líka sniðugt í þessu máli og það er það eins og menn hafa bent á. Það er náttúrulega einstaklingur, sterkur fjárfestir sem er núna orðinn svona kjölfestu fjárfestirinn. Hann tekur við hlutverkinu af Kristjáni. Má ég segja að hann tæki við hlutverkinu af Kristjáni Lofsinni sem jafnan hefur verið kenndur við Hval. Förum þá yfir í aðra frétt sem hefur vakið nokkra athygli. Það er skyrið, það er Siggis skyr. Já, minnst að kosti 40 milljarða er þetta að segja okkur. Það er þetta held ég, það er rétt liðlega ár síðan að það var tilkynnt sölu á Siggas skyr til alþjóðlegs risa í þessum geira. Var þetta ekki franskt fyrirtæki? Franskt fyrirtæki sem með mikil umsvif í Bandaríkjunum, þar sem Siggis skyr hefur haslað sér völl. Og hingað til var trúnaðaríkt kaupverðið og það hefði svona verið eitthvað sögusagnir hvert verði var. En við greindum frá því í síðustu viku í fyrsta sinn og það var þá byggt á upplýsingum sem svissneskt mjólkurfyrirtæki. Alveg rétt úr ársreikningu þar var það. Já, svissneskt mjólkurfyrirtæki sem hafði eignast tæplega 4 hlut í fyrirtækinu 2012 og 2013. Og það fyrirtæki gerði grein fyrir því við skemmstu hver var söluhagnaður þess við þessi viðskipti. Þar kemur ljós að fyrirtækið bókfæri þessu söluhagnaði upp á $80 milljónir, tæplega 10 milljarða af sínum hlut sem var við söluna á 22% og þar af leiðandi má slá því föstu að fyrirtækið hafi verið selt fyrir að minnsta kosti $370 milljónir í leiðilega 40 milljarða og það er nú mjög líklegt að það sé mjög nærri bara söluverðinu vegna þess að á þeim tíma þegar til að mynd á 2012 og 2013 var verðmæti Siggas skyr ekki mikið. Nei, sjáðu sko annað Hörður. Áttum okkur á því sko að 40 milljarðar, svona ef við segjum að lágmarki, það er verðmæti, ég fór yfir sko verðmæti Eimskips í gær í Kauphöllinni, það eru 40 milljarðar. Þannig að Siggis skyr byrja sem ungur maður 2006 í Bandaríkjunum. Hann er með fyrirtæki núna sem er jafn mikið svirði og Eimskip. Já, og það sem merkildi þessu að hluthafa þessa fyrirtæki sem voru að 75% Íslendingur. Hann, vinur hans og samstarfsfélagi og íslensk fjölskylda, Ingimundur Sveinsson arkitekt sem er nú svona komið ýmsu fjárfestingu. Og þessi hópur ásamt fleirum
ávaxtaði fyrir sig. Ég heldur betur, já. Og það má jafnvel tala að það hafi 100-falda fjárfestingu á þessum tímabili sem mögulega einsdæmi í íslenskri viðskiptasögu. Heyrðu, ég var að segja þetta sé einsdæmi mesta ávöxtun í íslenskri viðskiptasögu, getum við sagt það? Ég hef spurst fyrir það hjá þeim sem þekkja betur til en ég og menn mun ekki eftir. Nei, ég bara man ekki sjálfur eftir eins svakalegri uppsöfnu þarna. Förum yfir í aðra frétt, það eru Hagar, það hvað hlutafundurinn núna á föstudaginn kemur. Já. Og Jón Ásgeir, hann allt í tilnefningar nefnd búinn að koma fram með 5 nöfn. Samherji kemur með sem á cirka 10% í hugum eftir að þeir seldu Ólís. Þeir bjóða fram Eirík Jóhannsson og svo koma Ingibjörg og Jón og Jón að bjóða sig fram. Já, það stefnir í mikið áhugaverðan fund. Það verða mikla breytingar á stjórninni, greinilega, af því að bæði sitjandi formar og varaformar eru ekki að bjóða sig fram. Já, þeir sátu að vísu þetta í skjóli lífeyrissjóðanna. Já, og núna eru eins og þú segir, Eiríkur, forstjóri Slippsins Akureyrar og stjórnarformaður Samherja. Og hann ætti nú að vera næsta víst öruggurinn í stjórnina. Jón Ásgeir, bara fyrir maður yfir þetta, Jón Ásgeir að þínum mati inni á föstudaginn kemur? Ég held að það sé mjög tvísýnt. Það liggur þetta fyrir að tilnefningandinn, það voru 7 sem buðu sig fram og tilnefningandinn, hann ekki á lista. Hann ekki á listanum þar, nei. Það hefur þetta fyrirbæri tilnefninganefnd dálítið nýtt á íslensku hlutabréfamarkaði. Já, það var bara ráðstefna. Það hefur ekki reynt mjög ofta á það hvort að hluthafafundir fari gegn. Já, fari gegn tilnefninganna. Og þannig að þess vegna verður þessi fundur mjög áhugaverður. Þetta verður út frá því einu, sko. Heyrðu, að fyrir maður yfir þetta, það ekki ljós hvort að hann fari inn, en það allir sem bíða eftir því hvort að Jón Ásgeir og þau hjón eiga hana tæplega 5%, gleymum því. Þau eru tæplega 5% hlut og hann eitt af þessum vakti athygli margra að tilnefningandinn, hún tekur það fram þegar hún sendi í kaupillina síðastliðinn föstudag og hún hefði ráðfært sig við 6 stærstu hluthafana í hugum þegar hún var að meta. Jón Ásgeir og Ingibjörg, hjónin, þau eru 7. stærsti hluthafi. Þannig að það var dregin þarna lína þar, einhver hlutasakir. En það kemur bara í ljós. Það kemur í ljós og eitt af þessum sem að veita að það verið að reyna að fá margfeldiskosningu fyrir fundinn. Já, Jón Ásgeir að biðja hana, eða ekki? Jú. Nú, það svona tímilegir, það verður spennandi, það verður margir sem fylgjast með föstudeginum, hvernig það gengur. Nú, tíminn svo sem að fljúga frá okkur, svo ofta áður. Við skulum taka þó í lokin stuttafrétt, það Icelandair Hotels, það verið að selja það og verðmiðin á Icelandair Hotels. Hvernig heldur þetta endi? Hvað fær Icelandair Group fyrir þetta? Já, hótelin fóru í formið söluferli í nóvember og núna fyrir skemmstu fyrir áramót voru fjárfestar sem höfðu sýnt áhuga í fyrstu atrennu sem voru með hæstu tilboðum voru teknir áfram í aðra umferð og eftir því sem heimildir okkar á markaðnum herma þá eru þar með þau tilboð, þetta eru óskuldbundin tilboð, það getur ekki breytingum þegar verið skilja skuldbundin tilboðum í næsta mánuði að þá gæti Icelandair verið að fá á bilinu 135 milljónir til 160 milljónir dollara þannig að það sem sagt alltaf 19 til 20 milljarðar króna. Sko, já, og það annað í þessu, sko, hörður að EBITDAn sem að ég horfi nývilt á hagnaðinn, sko, eftir skatta, en það margir sem horfi á þessa EBITu og það ef hún hvað, cirka 2 milljarðar, þá ertu farin að, eins og hefur verið talað að þá ertu farin kannski að margkvæmta með 9, þá ertu komin í 18, en það vekur athygli að ég leit á, sko, verðmæti Icelandair Group í gær. Og þá sé ég það að Icelandair Group á cirka 59 milljarðar og að þeir selja hótelið á 20. Maður spyr sig að því, menn eru væntanlega að fá okkur söluhagnað þarna held ég. Jú, ég held að menn séu að horfa fram á ef allt gengur eftir óskum og með þau tilboð sem eru að koma í hótelin að Icelandair sjáu fram á að geta bókvart hjá sér einhverja milljarða í söluhagnað. Já, það lítur að vera. Og í þessum hópi sem eru að bjóða og komið áfram aftur eins og heimildir okkar á markanum herma eru meðal annars sjóður í stýringu Blackstone sem stór bandarískur fjárfestingarsjóður. Þá einnig asísk hótelkeðja og eins það ekki mikið af Íslendingum sem eru komin áfram en Kea Hotel með tilboð sem leggur fram í samstarfi við Regin fasteignafélag.
Þannig að þetta skýrast, Bogi hefur sjálfur sagt að þeir vilja að þetta skýrist í lok fyrsta fjórðungs. Já, það verður fráleitt. Þetta komið hjá okkur, kærar þakkir fyrir komuna. Takk. Næst eru það auglýsingar, en farið ekki langt. Ég ræði við Ingibjörgu Ólafsdóttur og Guðrúnu Högnadóttur hér á eftir. Stólpi Gámar hefur gáma af öllum stærðum og gerðum til sölu eða leigu. Allskyns nýting, allar stærðir, Stólpi Gámar. Hægt að hanna einn jeppa sem hentar öllum? Nei, þess vegna hönnuðum við 3. Auðlindir eru okkar hjartans mál. Nýtum þær saman á skapandi og skemmtilegan hátt. Eimur.is. Gakktu í bæinn. Fasteignasalan Bær opnar fyrir þér dyrnar að fasteignamarkaðnum. Fasteignasalan Bær, Kópavogi og Selfossi. Vantar fyrirtæki þitt tímabundna fjármögnun, þá er A-Factoring málið. A-Factoring, Sundagörðum 2. Er nýja heimili þitt hjá Heimavöllum? Yfirlit yfir lausar leigueignir á heimavellir.is. Heimavellir, örugg leiga. Heslirnetur með Irish Coffee. Bragðgóð freisting sem þú verður að prófa. Háberg. Komið sæl aftur, við byrjum á því núna að líta aðeins inn í Kauphöllina og skoða gengi nokkura hlutabréfa í félögum sem þar eru á aðalista. Næsti gestur minn er Guðrún Högnadóttir, framkvæmdastjóri Franklin Covey á Íslandi. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir kærlega. Herru, bara fyrst á öllu, þið fenguð þarna óvænt verðlaun eða ekki frá Franklin Covey bara núna fyrir áramótin? Jú, takk fyrir að finnast að það. Heyrðu, jú, við hefum bara staðið okkur allt í lagi gegnum árin. Ánægilegt og maður náttúrulega óskar ykkur til hamingju með þetta. Takk fyrir kærlega. Byrjum aðeins á því sem við náttúrulega ætlum að tala um hérna þá og það hvað eru stjórnendur að hugsa í upphafi árs. Má segja sko að janúar og febrúar, þetta eru tímati sko og sá árstími þar sem á þeir mánuðir, þar sem að menn eru fullir á eldmáði. Það eru áramótaheit líku við sko og það eru allir í fyrirtækjum að reyna að koma einhverju í gang og ætla að framkvæma. Já, aldeilis og þetta er alveg klassískt viðfangsefni stjórnenda í upphafi nýs árs og það er mikil stemning og gleði og fólk kemur svolítið svona ferskt að leikvellinum. Já. En ég held að það sem að stjórnendur þurfa að huga að núna er kannski þrennt. Og það er í fyrsta lagi að hugsa eins tilganginn, að sameina fólk tilgang rekstursins. Og þetta á jafnvel við í opinberum rekstri og einkarekstri,
að bara virkilega af hverju erum að þessu. Já. Og það er það sem er svo hvetjandi í upphafi og logdags að vita það að við erum að hafa ykkur áhrif. Já. Þannig að fyrstu ráð mín er þetta té, bara að fyrsta téið mitt, er þetta að tengja sér tilganginn. Já. Í öðru lagi að skapa traust og að daglega að vinna með fólki á þeim grunni með þeirri hegðun að við treystum hvers öðru. Því annars gerast hlutirnir ekki. Og þriðja téið sem ég langaði að leggja svona inn í upphafið nýs árs, það er að halda tempói. Því eins og þú segir, við erum svo duglega að fara af stað, en svo kemur allt í einu 15. febrúar og við erum bara hætt að mæta í ræktina. Heyrðu, og páskarnir koma og það er alltaf jafn mikið óvart. Heyrðu, og menn ekki alveg komnir að staðu þetta, en hérna, það breytir því ekki sko að þá verður kannski ákveðin desperasjón og menn fær í gang. En það mér finnst þetta athyglisvert sem þú ert að nefna og það er það með þetta með eldmóðun og halda þetta út. Það er þetta úthald og það finnst mér skipta svo miklu máli. Og ef við hugsum bara um nútíma vinnustæði, þetta eru gríðarleg áreiti fullt af verkefnum, endalausar nýjungar og þessi hvirfilvindur sem við getum gleymt okkur í. En það sem við sjáum flottustu stjórnendur að gera er að hafa kjarkinn til að segja þetta er tilgangurinn, þetta er þetta eina markmið sem við ætlum okkur að ná þessu ári og síðan að byggja upp þannan takt sem við verðum að gera í gegnum 4DX aðferðafræðina okkar. Það sem við hittast vikulega, bara í korter, bara í kringum stefnuna og bara gerum upp hvað gekk í síðustu viku, hvað gekk ekki, hvað ætlum við að gera í næstu viku. Ertu þá að tala um það að stjórnendur eigi að fara meira og reglulega yfir forgangsverkefni? Já, að gleyma sér ekki ykkur staðar til hliðar. Já, ég veit að sko the devil's in the details, en þessi detail eru endalaus. Og árangur okkar liggur í stóru kerfunum. Og ef við hugsaum það hvað fær fólk til þess að virka og vinna þessari ástríðu sem við sjáum flott fyrirtæki byggja upp, að það er þetta að tengja sig við tilganginn og sjá það að mín hegðun, hún hafi einhver áhrif í þessari viku. Hún skiptir máli. Það er líka þannig að samskiptafarni stjórnenda skiptir náttúrulega gífurlegu máli og ef þú ætlar sko að leiða fólk stöðugt á markmiðinu, þá þarftu þetta líka að koma inn og geta sagt hvað sé að. Algjörlega. Það eru margir sem halda því fram að það vanti jafnvel víða í stjórnun á Íslandi þessa samskiptafærni. Það geta allir kannski svona, menn er hrósa, mönnum þykir nú ágætt að hrósa, en það vantar stundum að taka þetta þannig að þú getur bæði hrósað en sagt líka hvað sé að. Nákvæmlega. Og þetta er algjörlega hárrétt og það sem að við vitum öll hvað það verður innan tómt þegar við heyrum þú stendur því svo vel. En þegar við erum að byggja upp traust í samskiptum, hvað sem það er á milli einstaklinga, deilda eða bara til eitthvað sjálfra, þá er hreinskiptin það sem skiptir mestu máli. Að segja hlutina eins og þeir eru, að tala beint út og bæði það velgengur og ekki velgengur. Og þetta kallar ákveðin kjark, en það kallar einframt á heilindi. Og við sjáum það þegar við erum að vinna með okkar vinnustöðum með þessum hætti að þetta er að hafa áhrif ekki bara á ánægjuna og starfsgleðina, heldur á árangur verka og svona samskipti sem byggja á trausti og heilindum og heiðarleika, þau draga líka úr kostnaði. Já, og draga jafnvel úr kulnun sem var kannski aðal orðið á síðasta ári. Það var, ég held að allir mannauðsstjórar á Íslandi töluðum kulnun, það voru sjúkrasjóðir við að vera tæmast. Ég held að kulnun, ég geti meðal annars stafað að því að það eru samskipta örðugleikar við samstarfsmenn og yfirmann sem sagt. Alveg örugglega. Þið kennir nú það ekki á ykkar námskeiðum eitthvað, þá þið einmitt að leggja áherslu á það hvernig ég styðja við bakið á starfsfólki. Jú, við gerum mikið af því og það sem kannski skiptir mestu máli, þú talaði samskipti stjórnenda og starfsmanna, en það sem snýr að kulnun líka og það sem mér er svo andum er það að okkar heilsa, okkar hagur er á okkar ábyrgð. Þetta er ekki bara eitthvað sem kerfið eða stjórnandinn eða vinnustæðurinn getur gert, heldur að við þekkjum okkar mörk og erum tilbúin til að segja nei eða taka erfiðar ákvarðanir. En stjórnendur vissulega geta skapað þarna menningu sem að styðja við mikla framleiðni með því að ýta undir forgangsröðun, að minna á hvað skiptir hér mestu máli, að horfa fram hjá öllum þessum endalausu áreitum sem birtast á símaskjám og allu pípunni í kringum okkur. Já, það skiptir. Segðu mér annars svona í lokin, einhver sérstök ráð svona sem þú hefur handa stjórnendum svona í byrjun ársins? Já. Og mig langar að horfa á stjórnendur, ekki bara sem leiðtoga áhrifafólkina sem vinnustaða, heldur sem manneskjur. Og því mennskari því sem við erum, því betri.
Þannig að ef ég ætti að ráða einhverjum heilsugar á þessu nýja ári, að þá myndi ég segja í fyrsta lagi að hvert og eitt okkar ætti að lesa að minnsta kosti eina bók á mánuði. Já. Og bók sem snýr ekkert endilega að atvinnugreinin okkar, að fæin okkar. 3 bækur sem eru á skyldulista mínum í ár, og allra vonandi, að lesa bækurnar hans Yuval Noah Harari. Homo Deus, Sapiens og 21st Century. Skyldulesning. Ég ætla að lesa Sölkuverku af þau líka. Og ævisögu Mandela enn á ný, það eitthvað sem svo freistandi við hana. Þetta var ráð númer 1 að lesa eina góða bók á hverri mánuði. Ráð númer 2 þetta að hjálpa okkur öðrum að þróast í kringu þig. Að koma auga á einhvern í þínu teymi eða þinni fjölskyldu sem þú vilt líka sjá vaxa. Vinna með henni eða honum með því að hlusta, skilja, bara vera til staðar. Og þetta bara að njóta líðandi stundar, vera hér og nú. Það ráð númer 3, að njóta líðandi stundar. Að njóta líðandi stundar. Heyrðu, við gerum það svo sannlega hér. Kæra þakki fyrir komuna. Sömuleiðis, takk fyrir mig. Næsti gestur minn Ingibjörg Ólafsdóttir, hótelstjóri á Radisson Blu, eða Hótelsögu eins og flestir þekkja hótelið. Velkomin í þáttinn. Takk kærlega fyrir og takk fyrir að fá að koma. Þetta fornfrægt hótel, líklegast frægasta hótel á Íslandi. Þarna hófst hótelrekstur 62, en þið voruð að ganga í gegnum endurnýjun lífdaga allavega með jarðhæðina, stórkostlega breytingar á andirinu og móttökunni, lobbyinu eins og þetta heitir. Hvað segirðu, hvernig staðan, þetta alveg búið? Það alltaf eitthvað pínlít eftir og ég hugsa að maður verði aldrei alveg búinn þegar maður í endurnýjun á svona gamlu húsi. En þetta eins og þú segir, þetta endurnýjun lífdaga og það gaman að segja frá því að Hornsteinar, arkitektarnir sem tóku þetta að sér, að þeir fóru í þetta af virðingu við hina arkitektarna 2 sem voru Halldór sem opnaði hótelið. Halldór Jónsson, arkitekt. Halldór Jónsson, arkitekt og svo sonur hans, Garðar Halldórsson, sem hélt áfram og tók framhaldssöguna og þann part. Alveg rétt, þið auglýstu fyrir 2 árum þegar Hótel Saga var 55 ára. Og þá sögðu sagan heldur áfram. Sagan, það svolítið okkar vörumerki. Já, það virkar vörumerki. Já, vegna þess að núna í endurbótunum að þá erum við að fara í það að nýta húsgögnin sem voru hönnuð inn á hóteli 1962 og erum að láta smíða fyrir okkur að því auðvitað eigum við þessi húsgögn ekki lengur til. En það eru til prótótýpur af þeim og G.A. húsgögn hafa smíðað þetta svona eftir þessum prótótýpum. Og það ofsalega gaman því að þau passa einhvern veginn svo vel inn í sögu með þessar ávölu línur og þessar hringmyndun sem Halldór hafði í huga á sínum tíma. Nú, Súlnasalurinn, hann kannski sá salur sem hefur vakið mesta athygli á Hótelsögu. Nú, Raggi Bjarnar var náttúrulega þekktur þarna og þess áttar. Og það eru þessar súlur og þetta upphækkaða svið. Þar ertu komið með, núna morgunverðurinn í Súlnasalunum. Hann í Súlnasalunum. Hann var í grillinu í gamla daga. Í gamla daga var hann í grillinu, þá var allt í grillinu. Það var einu veitingastaðurinn okkar og svo bara veistlurnar auðvitað í áttina. Það var svoleiðis. En það sem okkur fannst líka að þetta svo ofboðslega fallegt rými og svo fallegt að horfa út á Hagatorgið og yfir Vesturbæinn og okkur fannst svo mikið synd hvað það var lítið notað og auðvitað snýst þetta núna það að fá sem mesta nýtingu af hvern fermetra í húsinu. Og núna þá fá allir gestirnir að borða morgunmatinn sinn í þessu dásamlega rými og við gerðum þetta þannig úr garði að það var mjög auðvelt að snúa þessu við. Þannig að við erum trésmíðaði borðin fyrir okkur og bara með einu handtaki þá getum við lagað þau til. Þannig að þetta svona allt miklu mannvænna en maður getur sagt það vegna þess að hver einasta vinnustund hún kostar pening. Það líka athyglisvert í gamla daga þá var Hótel Saga svona, ég var að segja, drottningin í þessum hótelrekstri og þar voru allar helstu veislurnar og það hanga kom þjóðhöfðingjarnir og fleira og mikið lagt upp úr þessu öllu saman. Nú ef við förum aðeins bara örstutt yfir í grillið bara vegna þess að það auðvitað var lengi vel svona þekktur veitingastaður því að við líka poppað hans svolítið upp, það ekki? Já. Poppað grillið upp, segir. Sko, grillið hefur alltaf staðið fyrir sínu hvað það varðar að fagfólki sem hefur verið þar hefur alltaf verið á bara heimsmæli hvað það vil ég segja. Og það er líka svoleiðis núna, sko, Sigurður Laufdal sem að stýrir eldhúsinu og Telma sem að stýrir salnum, þau eru búin að vinna á Michelin stöðum í Skandinavíu og ná sér í reynslu. Þannig að þetta náttúrulega alveg einstakt og svo auðvitað þar erum við með svolítið
þetta gamla, því stjörnumerkin eru ennþá og svona skreytingarnar. Og Astra-barinn ennþá. Astra-barinn ennþá, hann reyndar það búið að breyta um töluvert tíðina, en það sama, þetta svona, þú veist, það svona pínu, hvað ég að segja, svona, þú veist, ég vil lefa mér að segja svona retro-stemming. Já, það það. Förum aðeins, við getum eiginlega ekki talað Hótel Sögu nema minnast á Konráð. Nei. Konni á sögu, Konráð á sögu. Þetta var eiginlega bara saga og Konráð var eiginlega eitt. Hann var þarna, byrjar þetta sem hótelstjóri 64 og hann meira að minna þetta til 2000. Já, hann setti mikið svip á hótelið og þú tókst við af honum, er það ekki? Nei, ég gerði það nú ekki. Nei, það var Hrönn Greipsdóttir sem kom í því. Og sko hann var bara einstakur og ég var náttúrulega þarna meðan hann var, það var Jónas Kvamberg hótelstjóri eða móttökustjóri þá sem réð mig inn á sín tíma. En Konráð, sko það eru til svo margar sögur á honum vegna þess að hann lét sig allt varða og það var stundum sagt hann, sko, þú veist að ef hann vissi ekki hvar skrúan var geymd, þá var hún ekki til í húsinu. Og það svona dásamlegt að hafa haft svona mann til þess að horfa upp til. Förum aðeins yfir í annað, þú nú þekkt innan ferðaþjónustunnar og áhrifamanneskja þar. Förum aðeins í ferðaþjónustunnar núna svona í upphafi árs. Hvernig blasir þetta ári við þér 2019? Sko, ferðaþjónustan mjög viðkvæm atvinnugrein og hótelin auðvitað, talað hilluplás, óselt herbergi náttúrulega bara tap. Reykjavík hefur farið líklega best út úr, hvað ég að segja, ég ætla nú ekki að segja samdrætti vegna þess að það ekki samdráttur, það bara minni aukning. Það minni aukning, það þetta gamla góða. Og Reykjavík að skila ágætis ársnýtingu, í kringum 80% sem þykir bara gott á heimsmælikvarða. Og við höfum verið svona hangið því þrátt fyrir endurbætur í 2 ár. Og ég trúi því að það sem gerist þegar harðnar í ári það að kannski þeir sem hafa bolmagn og standa sig í gæðum, að þeir komi til með að þrauka þetta. Já, þú óttast ekki að það sé að verða mikið hótelrými? Sko það hefur verið of lítið af hótelrými. Já, að vísu. Og það tekur alltaf svolítið tíma að byggja upp til þess að anna eftirspurn. Og jú, auðvitað... En tíminn verður eiginlega að leiða það í ljós. Þetta fer bara frambóð eftirspurn og ég hef nú þá trú sko að ferðaþjónustan auðvitað, hún bara komið til þess að vera sem alvöru atvinnugrein. Já, svo verður maður líka að segja eftir því sem koma fleiri hótel, þá verður líka meiri markaðssetning og sala fyrir Ísland, þess að það pláss. Herðu, örstutt í lokin, þetta heitir, allir tala Hótel Sögu auðvitað, en þetta heitir Radisson Blu. Hvers virði þetta vörumerki ykkur Radisson Blu? Þetta náttúrulega ómetanlegt að hafa svona stóra keðju á bak við sig. Það sölu fólk út allan heim sem að selja okkur og okkar efni. Og við finnum fyrir því þegar það samdráttur að þá erum við með svona, fyrir ekki að ég sletti, svona task force út allan heim og getum virkjað fólk. Og þegar okkur vantar í ákveðið, og nú sletti ég aftur, svona segment hjá okkur, þá sendum við gjarnan út skilaboð og segjum, ok, hvað getum við gert? Þannig að þetta auðvitað mikil sviði og svo náttúrulega annað að það auðvitað ná að bílastæðum þarna hjá ykkur fyrir utan Hótel Sögu vil ég kalla. Nú fer það náttúrulega Nú fer það að skipta máli. Gestirnir, þeir komast upp að dyrum og rúturnar komast upp að dyrum og það eru bílastæði. Heyrðu, þetta komið á okkur, gaman að fá þig heimsókn, kæra þakki fyrir komuna. Fleiri ekki þættinum með þessu sinni, við sjáumst eftir viku, verið sæl.